Nemendur í 2 elstu bekkjunum á leikskólanum Álfaborg og 2 yngstu bekkjunum í Valsárskóla á Svalbarðsströnd skipa hópinn Verndarar fjörunnar. Í 11 ár hefði þessi hópur gengið í fjöruna til að tína það ruslið. Við hittum þau á fyrsta degi tínslunar og gengum til liðs við hópinn í þessu verðuga verkefni. Á vorin þá höfum við haft svona verkefni að hreinsa fjöruna hérna og þetta tekur nokkuð skipti. Þannig að við söfnum stóru dóti í hrúgur, förum með annað í pokum heim og svo þegar við erum komin alveg enda þá fáum við húsförun til að koma með kerru og förum og tínum allar hrúurnar upp og göngum frá þeim í gámana. Þannig að þetta er fyrsti dagur í því. En þetta er ekki bara vinnudagur hjá þeim að tína ruslið, þau eru að læra alveg hellinga á þessu í leiðinni. Já, sko hver einasta stund sem við ferum með út er bara lærdómsstund og þó að það í augum flestra líti út sem leikur og eitthvað svona að þá bara læra þau rosalega mikið. Þau læra orð sem við notum eins og fjörukambur og þari og ýmislegt og svo læra þau náttúrulega að þekkja munin á því sem er náttúrulegt rusl og óeðlilegt rusl í náttúrunni eins og plast. Hvernig kennir þau það? Hver munurinn er? Sko, fyrst og fremst reyni ég að fá þau til þess að horfa eftir litum. Ef þú sér sko gulan, rauðan, grænan, bláan, svartan, hvítan eða glæran, að þá þarf þetta að horfa nánar. Stundum þarf þetta að labba alveg að því og lyfta því upp og skoða, er þetta plast eða er þetta bláskel? Og leiðu þau finna að þetta er sko náttúrulegt, þá má það liggja en hitt tökum við með. Í hvaða skóla ert þú? Í Valsárskóla. Í hvaða bekk ertu? Í fyrsta bekk. Og hvað ertu að gera hérna núna í dag? Að tína rusl og svo erum við líka að koma kringum og sko niður og gera mikið, alls konar. Ertu búin að finna mikið rusl? Í pínu, já. Svo að hrúa hérna og svo mikið rusl. Ég er að tína og flokka rusl. Og hvernig rusl ertu komið með hérna í pokan? Alls konar froðuplast og eyrnapinna og dósir og svona. En er eitthvað í fjörunni sem maður á ekki að tína? Til dæmis bein og tréviði sem eru þá ekki með neinu járn eða neinu í. Af hverju á maður ekki að tína það? Út af því að það er lífrænt. En þetta rusl hérna, hvernig komst það í fjöruna? Ég held að ég hafi bara verið styrtað gegn klósettið eða hent út bílrúðuna eða eitthvað. Á maður að gera svoleiðis í ruslið sitt? Nei, maður frekar að henda í ruslatunna. Ert þú dugleg að henda í ruslatunnuna og flokka? Já. Sérðu mun á þeim fyrir utan þessa daga bara þegar þið eru með þau úti? Eru þau dugleg að tína rusl bara almennt? Já. Þau eru bara ofsalega dugleg og við förum sko alla miðvikudaga út og við komum alltaf heim með eitthvað rusl sem að þau finna. Og til dæmis eftir áramótin þá erum við með fangi fullt af sprengdum flugeldum og kökum og alls kyns dóti. Og sumt af þessu rusli finnst þeim alveg rosalega verðmætt eins og rakettuprikk og þá bara fá þau að fara með þau. Eru allir rosa duglegir? Jöp. En er eitthvað í fjörunni sem er ekki rusl? Já, það er náttúrulegt. Hvað er náttúrulegt? Það er svona steinar, prikk og fjaðrir, fuglar, svo bara gullsteinar og fjaðrir. Á maður ekki að henda því? Nei. Hvað á maður að gera við það? Láta að vera. En hérna í dag gerið þið eitthvað meira, fáið ykkur smá nesti? Já, við erum oft með kakó og brauð og alls konar og ávexti. Og gerið þetta oft? Já, þetta er á öllum miðvikudögum. En af hverju er mikilvægt að tína rusl? Út af því að annars deyja til dæmis hvalinir og fiskanir og fuglanir og svo er það líka bara mengun. Og þau eru búin að gera þetta hérna í 11 ár núna. Hefurðu séð einhvern mun á fjörunni hérna á þessu tíma? Já, gríðarlegan mun. Það er miklu minna rusl núna. Áður fyrr var þetta bara svoleiðis að þetta var sko bara þurfti jafnvel 2 kerrur, bílkerrur því það var orðið svo tróðið á þeim sko. En í fyrra var þetta rétt um 1 en svo snýst þetta held ég líka svolítið ríkjandi vindáttir. Þú veist, hvort að það er mikill vindur, við varum til dæmis einu sinni búin að hreinsa hérna alveg og þá kom ægilegu stormur og það bara fylltist alltaf rusli aftur. Þannig við erum að byrja upp á nýtt. Þið ætlið að halda þessu áfram? Já, engin ástæða til að hætta.
kannski við erum skröltandi hérna í hjólastól við Guðfinna en við getum allavega að rifi kjaft. Nei, ég segi svona.